Frí. Já, komið sæl. Hún var ansi kröftug leiðin sem gekk yfir landið í dag en hún fór líka hratt yfir og verður nú svona mestuleitt komin úr sögunni í fyrramálið og skilur eftir sig svona smálægð hérna sem verður eitthvað að dóla fram hjá landinu næstu daga og síðan norðlæga áttir í kortunum hjá okkur. Ef við lítum á hitasviðið að þá nú þessi mildi loftmassar hérna sem hafa verið nálægt okkur, þeir eru nú að gefa sig og kalda loftið að taka öll völd og þetta þýðir það að hitatölur fara niður fyrir núllið og við förum að sjá úrkomu verða að slyddu og snjókomu í staðinn fyrir rigningu. En staðan í kvöld svona að það ennþá svona vonsku veður á norðausturlandinu og þetta verður svona eitthvað fram til kvöldi og gula vinduveðurinn í gangi en þetta fer hratt yfir og strax klukkan 9 í fyrramálið að þá verður lægðin komin norðausturlandinu og komið hægur vindur hérna á norðausturlandi og farið að létta til hérna vestan til verða einhverjar skúraleiðingar og slyddu hérna væntanlega við norðurströndina. En smálægðin sem varð eftir að hún svona nálgast landið og seinni partinn verður hún svona komin en nær okkur þetta þýðir það að það mun svona bæta í suðvesturáttina og gæti orðið nokkuð strekkingur hérna á suðvesturlandi og einnig munu svona skúraleiðingarnar verða meiri, skúrirnar verða svona eitthvað kröftugri og þá má jafnvel búast við því að það snjói hérna á Norðurlandi. Nú síðan áfram á þriðjudeginum að þá verður lægðin hérna yfir landinu, lægðin svona frekar grunn þannig að það lítill vindur í þessu og væntanlega verður nokkuð bjart hérna austan til meðan að það verður meira skúrir hérna sunnan og vestanlands en það stutt í hvassa norðaustanátt og maður gera alveg ráð fyrir því að það verður nokkuð stífur vindur á Vestfjörðunum og einnig svona strekkingsvindur við norðurströndina. Og á miðvikudeginum að þá verður svona norðanáttin farin að gera sig meira ráðandi og farið að kólna frekar, komið svona vaktfrost norðanvert landið og þetta verða einhver snjóél hérna norðanlands, aftur á móti ætti að verða þurrt og bjart sunnan og svona mestuleyti vestanvert landið. Og síðan á fimmtudeginum að þá nú svona það verður svona nokkuð strekkingur svona austan til og einhver snjókoma en aftur á móti svona hæðarhryggur að koma inn á landi vestanvert og það verður farið að létta til og gæti orðið nokkuð bjartur dagur svona á vestanverðu landinu allavega seinni partinn og þetta gefur svona nokkur fyrirheit að föstudagurinn gæti orðið góður á öllu landinu því að það svona hæðarhryggur sem að skríða inn á landið. En ef við lítum aðeins til Evrópu að þá nú svona leiðinda veður við vesturströnd Noregs og einnig norðan til í Skandinavíu mun bjartara og betra veður svona sunnan til og eins nú fínasta haustveður svona í mið-Evrópu, það hæðarsvæði, hægur vindur, hámarks hitatölur svona að skríða yfir 20 stigin. Það nú einhverjar skúraleiðingar í kringum Alpana og úrkoma sem að teygja sig inn svona suður eftir inn á Ítalíu en á suður Ítalíu og einnig hérna í Balkanskaganum gert ráð fyrir bjartviðri. Og eins fínasta veður svona á Íberíuskaganum, einhverjar skúrir hérna norðan til og einnig á svona í Suður-Frakklandi en mun betra hérna norðan til. Nú síðan má gera ráð fyrir því að við förum hérna vestur haf að það verði talsvert mikil rigning hérna við Mexíkóflóa, það hitabylgjusstormurinn Beta sem að dóla þessum slóðum og það verður væntanlega talsvert mikil rigning þar á næstunni. Hæðarsvæði hérna yfir austurhlutanum og hið fínasta veður, fallegt haustveður en hitatölurinn svona heldur á niðurleið og síðan áfram bjart yfir vesturhlutanum. En á morgun í okkur verður suðvestanátt, skúrir inn á landið vestanvert en þurrara landið austanvert. Látum þetta duga, verið kvöld, verið sæl.